Það eru leifturkraftar að verki vítt heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til að þau nái að hámarka getu sína. Þetta gula leiftrið. DHL Express. Jæja Benni, komnir í úrslit á að blasta Sam Kinison og Wild Thing útgáfin á YouTube í kvöld. Það hefur ekki bara ákveða það hér með. Lag allra tíma og útgáfa allra tíma. Jó, þetta góð hugmynd hjá þér. 3-1 á móti KR, það svolítið svona, þá voru menn komnir í stóru strákabuxurnar eða ekki? Já, við erum náttúrulega að vinna hérna frábært lið sem að þú veist, margir sem að urðum tvöfaldir meistarar í fyrra og bara lið sem hefur allt til alls, góða leikmenn, góðan þjálfara, flotta umgjörð og þannig að þetta bara, ég verð að hrósa mínum mönnum bara fyrir að ná að klára þetta 3-1 en jáfnframt getum við ekki fagna neinu, við eigum fleiri leiki framöndan og ætlum að vinna þá og fara alla leið. Já, það hefur verið stigvaxandi á tímabilinu og maður kannski lágir fólki ekki að velti fyrir sér hversu mikið meira á þetta Þórslið inni? Sko, maður svona miðar alltaf við bara síðasta performance og í þessum leik hérna fannst mér varnarleikurinn ekki nógu stöðugur, hann kom í lokin en við þurfum að bæta varnarleiki frá þessu leik og það skiptir engu máli hvernig við ætlum að spila fyrir 2-3 vikum sko. Þetta bara dagurinn í dag og þetta staðan á liðinu núna og við þurfum að bæta varnarleikin. Sóknin stundum hittum við frábærlega, stundum ekki en við höfum verið að klára leiki bara því að við höfum verið að spila fína vörn en við erum ekki verið að vera meistarar á þessum varnarleik. En úrslitaserían framundan og hérna eru menn allir að veifa einhverjum sögubókum. Það hlýtur svona einhverju leyti að smá að ýfa upp montið í mönnum eða ekki? Jú, ég held að sé meira það bara svona fyrir þá sem að þessu standa og þá sem að styðja okkur og svona en við getum ekki leyft okkur neitt svoleiðis. Við þurfum að halda einbeitingu og fara að fókusera að núna bæta okkur sem lið og vera klári í næsta verkefni. En þetta kýtlar þetta en það nægur tími eftir tímabilið til að baða sig í þessum sögubókum og afrekabókum þannig að núna þurfum við bara að halda áfram að vinna í okkur málum. Kemst þú nokkuð út í búð hérna í Þorlákshöfn án þess að fólk sé að taka þig og tollera þig? Jú, þetta eiginlega verra í Reykjavík. Það fínt hérna fær maður alveg frið til þess að fara út á vídeoleif og svona sko, þannig að það ekki vandamál. Það ekki fyrir að maður fer í einhverja veislur eða eitthvað svoleiðis. Benedikt, til hamingju með að vera komin í úrslit. Takk fyrir það.